Ég set fund í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3580 og fyrir ykkur liggur dagskrá í 7 liðum. Fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur Akureyrarbæjar til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liggur fyrir ársreikningur Akureyrarbæjar 2025. Hann hefur verið afgreiddur í fyrri umræðu og fór til bæjarráðs og er nú til afgreiðslu í seinni umræðu hér í dag. Það eru búið að gera 2 breytingar frá útgáfu síðan 27. mars síðastliðinn. Þetta hefur engin áhrif á útkomuna nema að svona einhverju mjög litlu leyti. Breytingin, hún felst í því að gjaldfærsla í lífeyris- og varúðarsjóð fer frá því að vera breyting lífeyrisskuldbindinga yfir í að vera launatengd gjöld. Þannig að 48 milljónir færast á milli flokka en nettó niðurstaðan er óbreytt í ársreikningi. Og þannig að í nýrri útgáfu þá eru, í eldri útgáfur þá voru laun og launatengd gjöld 19.638.121.000 og fer yfir í 19.686.502.000 og lífeyrisskuldbindingarnar þær lækka sem þessu nemur. Þá var einnig settur inn texti í skýringu 7 yfirtöku ríkisins á hjúkrunarheimilinu Hlíð sem þið sjáið á blaðsíðu 14 í ársreikningi. Aðrar breytingar sem hafa verið gerðar eru mjög smávægilegar og þannig að þetta eru bara svona smá snurfus sem þið sjáið í eintakinu sem þið eruð með. En ég legg ársreikningin hér fram til afgreiðslu og legg til að hann verði samþykktur. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu orðið laust sem ekki nefnir hvað sé hljóðs þeir sem geta samþykkt. Það eru öll, takk fyrir það.